Góðan daginn og verið velkomin á málstofu Hafrannsóknastofnunar 9. desember. Þetta síðasta málstofan þetta misserið og vonandi verður nú með fleiri málstofur næsta misseri þar sem að það svona að létta aðeins til varðar COVID, hömlur og möguleika. Nú í dag ætlar hann Agnar Steinarsson að tala loðnuna og sérstaklega þá ræktun eða eldi á loðnu. Agnar hann sérfræðingur hjá okkur á Hafrannsóknastofnun og starfar í eldisstöðinni í Grindavík og titill erindis hans Cultivation of Capelin eða eldi á loðnu og þetta eitthvað sem alveg nýtt og mjög spennandi verkefni sem þeir eru með þarna suður frá. Þannig að ég vil bara bjóða Agnar að koma og fræða okkur þetta mál. Góðan daginn, takk fyrir að koma hérna að hlusta á mig. Og ég ætla að flytja erindi og sem ég ætla að skýra frá því hvernig okkur félögunum í tilraunaeldisstöðinni í Grindavík tókst að vera fyrstir í heiminum að vera hérna að ala loðnu frá hrogni í eldisstöð. Og ég ætla að skýra frá því svona í mál og myndum. Nú hérna eldisstöðin okkar í Grindavík. Og það gamli hlutinn sem var reistur 87 þegar Björn var að byrja, var með lúðu tilraunirnar og síðan var nýri hlutinn 2002 þarna hægra megin og í þessari eldisstöð, við viljum meina að þetta sé heimsklassa aðstaða sem við erum með þarna og í stöðinni erum við með miklar auðlindir viljum við segja, við erum með alveg frábæran sjó, borhólusjó sem hefur stöðugt hitastig allan ásins hring og við getum kælt sjóinn alveg niður í 2 gráður og hitað upp í 20, gert hitatilraunir og ýmislegt ferskvatn, brakkvatn og alls konar kör af ýmsum stærðum og við höfum verið að gera rannsóknir á ýmsum tegundum, bæði sjávartegundum og ferskvatns. Mest verið í hroggkelsum undanfarin ár og laxi, bleikjunni og þorskinum, steinbít og ýmsum öðrum tegundum og núna erum við til dæmis að gera rannsóknir á þörungum, Karl Gunnarsson og þarna sjáum við á hægri myndinni, þá erum við í nýja hlutanum, þarna erum við Ragnar að fóðra hroggkelsi, við höfum verið stórtækir í því að ala hroggkelsi undanfarin ár sem lúsaætur fyrir laxeldi og þarna eitt svona kar passar í 1 gám til Færeyja og við seljum líka á Vestfirði. Þannig að þetta svona vistvæn lausn gegn umhverfisvandamálum í laxeldi. Og innum megin sjáum við hægra megin, þar dæmi tilraun sem voru með 3-litna og 2-litna eldislax í hitatilraun í 18 kerjum. En það var síðan á þessu ári, 2021, sem að við bættum nýrri tegund á listan, frekar svona óvæntri tegund. Það var loðnan, ekki alveg kannski eldistegundin sem hann hefur dottið í hug. Og það má spyrja sig hvers vegna og ástæðan eða grunnurinn fyrst og fremst áhugi okkar á að rannsaka líffræði loðnunnar frá öðru sjónarhorni en það þetta náttúrulega eins og allir vita lykiltegund í vistkerfi sjávar hérna hjá okkur og hefur náttúrulega verið ákveðnar áhyggjur undanfarin ára að hún sé undir áhrifum af loftslagsbreytingum geti farið að hörfa hérna frá okkur. En svo allt nú komið 1 milljón tonn, þannig ég veit ekki, ég var að segja að þetta geti orðið 901.000 tonn með okkar sem við bætum við. En sem sagt þetta verið reynt í öðrum löndum en sem sagt og það hefur nú verið hálf misheppnað í Norðmenn reynda að ala loðnu í sjávarlónum, það gekk ekki nógu vel og við reyndum ég reyndi þetta fyrir svona 15 árum síðan og fekk ég hrogn á loðnubátum í Grindavík og reyndi að ala og lága klekja út í stöðinni en loðnan var bara einfaldlega kjaftsmá til að éta þetta litla dýrasvif sem við vorum með í boði og lífðekinn var nokkra loðnur og verið bara svona 2 centimetrar þannig að það gekk ekki alveg upp og en núna sem sagt á þessu ári þá ákvað að prófa aftur, ég og Tommi
og við hann Tómas félagi minn miklir áhugamenn þetta og margt fleira. Og þannig að við ákváðum að reyna þetta aftur og höfum samband við útgerðir, loðnusjómenn. Þarna eru nokkrir hressir strákar á Víkingi á Akranesi og við fengum líka Kapið í Vestmannaeyjum og Valur Boga, Heimir Hafsteins og fleiri hjálpa okkur. Þið kannski kannist við þessa menn, ég veit það ekki. En þeir voru mjög liðlegir, þannig að við sem sagt prófuðum ýmislegt við kendum þeim að frjóvga hrognin, kreista hrogn, við tókum hrogn úr skiljuvatninu og alls konar og megnið af þessu misheppnaðist. Eða sem sagt það frjóvgaðist ekki rétt gert og svo framvegis, eða þá skipi kom ekki land eða hvað var hinum með landinu og alls konar vesen. En á endanum þá fengum við nú eitthvað sem að heppnaðist. Við kendum að frjóvga þetta rétt. Og síðan kemur þetta í stöðunum til okkar og við látum þetta síðan klekjast í bæði sílóm og kerjum. Svo þarna sjáum við lirfukör sem við köllum. Og þarna allir í einu kerinu klöktust þessi fiskar sem við höfum verið að ala. Og það sem að skilaði árangri var að því að loðnan þannig, hrognin límast saman, að ef við höfðum þau í köggli, þá endanum svona drápust flest hrognin í kögglunum. Þannig að við þurfum að leysa þetta í sundur og þá lifðu þau betur. Þetta klaktist út á svona 3-4 vikum í karinu og við byrjuðum að ala þetta. Þetta var að klekjast svona 1. apríl. 6,5 mm við klak og þetta bara svona renna svona stutt yfir. Við buðum 6-8 klukkutíma nótt og fóðruðum eða skýfðum með þörungum, gáfum hjóldýr sem við köllum Artemíu sem fæðu og í stuttu máli þetta var síðan á endanum, hún vex mjög hægt loðnan. Þannig að eftir 100 daga vorum við búin að venja loðnurnar alfarið yfir á þurrfóður. Og þetta var svona 2000 seiði, þetta var bara svona þetta var svona sýnishorna eldi þannig en bara passlega stórt. Mjög góð lifun fannst okkur. Lítill dauði eftir að þetta bara klaktist og síðan vorum við sýnatöku og mælingar og mældum vöxtinn. Og þetta sem lykilatriði að ala loðnu raun og vera að vera með nægilega með lifandi fæðudýr og nægilega smá. Þannig að við fluttum inn hjóldýr, svokölluð, frá útlöndum, alveg sérstaklega minnstu sem við gátum fundið. Og viti menn, loðnan, hún gat étið þessi litlu hjóldýr. Og síðan fórum við smá saman yfir á stærri hjóldýr sem við höfum notað áður. Síðan yfir á, sem við kallum Artemíu eða saltfastrækju og á endanum eftir svona 100 daga var þetta allt komið á þurrfóður. Og Tommi var duglegur að taka mælingar. Við tókum sýni. Þarna hann til dæmis búinn að setja símann á vísjána. Tókum mikið af myndum og fylgjast með meltingarvirkni í loðnunni, þroskuninni, mældum lengd, mýjatóm, þyngd, holdafar og tókum bæði myndir og vídeó. Og þarna sjáum við til 2 myndir, annars vegar sem sagt meltingavöður á loðnu pakkaður af hjóldýrum og á hægra megin þetta er svona 2 cm loðnur með pakkfullan meltingaveg af hjóldýrum, það er þetta gula og við erum meira að segja með vídeó, ég ætla að reyna að gera tilraun til að starta vídeónu eða smá vídeó sem við gerum. Það meira að segja smá hljóð. Þarna sjáum við lirfurnar hreyfa sig inn í eggjun eða fóstrinn. Þarna er að klekjast. Rosalega hratt Springur svona út úr egginu. Og þarna fyrstu lirfurnar komnar í síló, kar. Það byrjar að fóðra þarna. Sjáu þið ekki góða myndir, sjáu eina lirfu þarna. Þarna fyrsta fóðrunni. Fóðrunni í vatninu og sjáu þið stök og lirfur svona synda í gegn. Þarna er ein undir víðsjónni. Ættum við að geta étið Þarna erum við að segja eitthvað.
Ég veit það ekki. Þetta Það litla þarna. Það alveg möguleiki, sko. Og viti menn, það hámið þetta í sig. Þetta snæsa fullur meltingavegur af hjóldurum í lónunni. Og við sáum það fljótlega og til að byrja með það fóruðu náttúrulega bara lifandi í gegn. Komu hinum minni bara hélt áfram að synda. Og hérna, af því að það svo ófullkomin melting. Það lifandi hjóldýr, sko. Lifandi. Ekki. Þetta bara bifhárakransinn á hjóldýr. Mjög gáður þetta á ég. Sjáum við hvernig, og síðan náttúrulega bara eins og kirkislanga. Hérna að kreppa saman meltingaveginn og hérna var óboðinn gestur. Marglitta sem var að éta á þessu, baðst inn með hrókunum. Það er mjög athyglisvert hvernig þau kreistu inn í haldið húsveikirinn og náðu að melta það. Það kom bara hónu sett í tíma. Þarna eru þau sem sjá í lirfum með hjólstíl, fulla meltingavega af hjóldurum. Og í júní, síðan í júní, þá er komið aftunni, það sjáum við að alarnir eru þarna aftursnúkulir. Hundar af aftunni þarna og 3-4 cm á tegðin. Og síðan eftirlega í september, ágúst, þá erum við hérna komið á turbóður. Þá sjáum við annar lit, þar í sleiði. September, þá smá saman fer þetta að verða meira svona svona eins og við kannast við og meiri torfuhegðun. Þarna erum við búin að dreifa þessu í nokkuð skjól. Nú þetta alveg sko. Nei, þarna, ok. En allavega þá, sem sagt, eins og sáu þarna á þessum myndum, það var mjög lærdómsríkt að skoða meltinguna og þroskunina á þessum seiðum. Hvað hérna meltingavegurum, það er engin magi, sko. Þetta er bara, og þetta er verið að kreista innihaldið úr þessum hjóldurum til að byrja með. Þetta er svona smá saman að byggja upp meltinguna hjá sér, sko. Hörðu, þá hérna. Hérna. Það er að íta hérna. Svona, ok. Og við erum búin að mæla vöxtinn. Tekið reglulega mælingar á lengd og þyngd og þegar leiðum við gátum byrjað að mæla þyngd. Og sjáum við hérna til lengdamælingarnar. Þannig erum við að mæla lengd og þetta er í svona 8 mánaða tímabil frá klaki. Og við sjáum að þetta er nánast bara línulegur lengdavöxtur, 0,37 mm á dag, búið að vera allan tíma, þessa 8 mánuði. Þessi frávik eru sem bara einhverja skekkjur, mæli skekkjur, eða sýnatöku skekkjur. Og það er nánast, virðist ekki vera neitt að ráði, neitt hægari fasi í byrjunni sem maður sér hjá þessu þorski. Og þyngdavöxturinn hins vegar hérna, grömm, þá sjáum við það að það verður skörp þyngdaraukning eftir svona cirka 100 daga aldur. Og í dag, eða sem síðustu mælingu voru segjum svona 4 grömm að meðaltali og 9 cm rúmir. Og holdastuðullinn, það sama þar. Það verður skörp aukning í holdstuðli eftir cirka 100 daga aldur. En það virðist vera að flata út núna svona við 8 mánaða aldurinn. Og hérna og ef við skoðum dreifingu á holdstuðlum, þá sjáum við hérna, þetta er sem sagt, sýnir, það eru hérna flestir holdstuðlarnir hérna við, flestir eru með 0,56 í holdstuðl, svo er annar toppar aðeins neðar. Það gæti verið fyrsta vísbending tvítoppa dreifingu í holdstuðli, kynin eru að aðskiljast, hængarnir eru stærri. Og hérna, þannig að við erum að sjá hérna sennilega fyrstu teiknum það. Nú og ef við skoðum síðan lengdar þyngdarsambandið, ef við tökum allt tímabilið, eða sem við byrjum að mæla þyngd frá 3 upp í 10 cm, þá erum við með þyngdarstöðul, eða svona B-stöðulinn upp á 3,9, sem er svolítið svona dæmigert fyrir lánu þó að það getur verið breytilegt. En hins vegar ef við skoðum þetta með aðferð sem við höfum verið að þróa við Tommi, fyrir þorsk og bleikju og fleira, þá hérna skoðum
þrengri stærðarbil í einu, þá sjáum við í raun og veru að það hvernig þyngdarstöðullinn breytist, hann hækkar, hann nær ákveðnu hámarki við 6 mánaða aldurinn og sem fyrir hann lækka aftur. Þetta viljum við kalla vaxtabylgju og þetta endurspegla það að það er að myndast nýjar vöðvafrumur á þessu tímabili og stækka á sama tíma. Vöðvafrumurnar eru alltaf að stækka, en meðan það eru líka að myndast og stækka, þá gildnar fiskurinn svakalega mikið. Þannig að við erum að horfa á svoleiðis vaxtarbylgju sem við sjáum líka í þorski og bleikju og öðrum tegundum. En menn hafa raun og veru ekkert tekið eftir þessu. Hvergi sé þetta dokumentir. Nú og ef við berum þetta saman við vöxt á villtri loðnu, þá sjáum við það að þetta er svona að loðnan er að vaxa bara mjög svipað og villta loðnan, eins og við Ísland, fyrstu mánuðina. En síðan eftir svona 4-5 mánuði fyrir aðeins að skilja á milli, svo eftir svona 6 mánuði þannig að skilja algjörlega á milli. Þá náttúrulega þegar villta loðnan hættir nánast að vaxa í veðratíman, meðan okkar bara heldur áfram, heldur svona í striki. Og við virðist ekki sjá fyrir endan á því, sko. Þannig að svipaði vöxtur á villtri og síðan þegar jafnvel hægt að fara að leika sér að fitta þetta með vonbertalamfi og það, eftir því sem við fáum fleiri punkta, þá verður það sterkara. En þetta bendir allt í þess að við séum að horfa upp á svona vaxtastuðul K upp á 1,0. Akkurat 1,0. Það er það sem við sjáum þegar við erum eldistilraunir með svo þorsk og loðnu og annað, þá er K-stuðullinn, fer hann upp í það hámark sem hann getur farið í. Við viljum meina hann getur ekki farið hærra. Þá við séum að skoða hérna á villtri loðnu, 0,5 eitthvað svoleiðis eða 4, þegar við gerum þetta í eldinu, þá fer hann upp í max. Þetta sjáum við í þorskinum og öllum þessum tegundum sem við erum með. Já, þannig raun og veru hægt að reikna með aðferðum sem við verðum að þróa. Það raun og veru hægt að skilgreina að fiskurinn nær, ef hann myndi ekki deyja ótímabærum dauða, eins og loðna gerir, eins og aðrir laxfiskar. Þeir deyja náttúrulega, þeir fremja sjálfsmorð í hrygningunni. Þannig að þeir deyja löngu áður en þeir ná sínu raunverulegu hámarks vaxtastærð sem að væri mögulega að þau myndi ekki drepast í hrygningu. Og það er þetta að greina það að þessar loðnur að myndi ná sinni hámarksstærð á 6 árum, akkurat, eða myndi lífa til þess. Nú og sendur bara þessa myndir í ganni með. Við tókum sýni fyrir dægurbauga. Það áttur að vinna betur úr þeim. James Kennedy hefur verið að þessu. Þannig að þar er hægt að gera helling. Dæmi þessi mynd þarna hægra megin sýnir ekki mikið, en þá eftir að vinna þetta með betri myndvinnslu. Og þá er þetta að skoða til þess að svokallað latency period, hvenær byrja fyrstu dægurbaugarnar að myndast og svo framvegis. Og margt fleira. Nú og staðan í dag við erum með 1500 seiði, við erum að taka mikið í sýni og svona. Og 10 cm á 5 grömm, við erum með 4 kerjum, við erum að splitta, við erum með einn hóp á 11 gráðum. Þannig að planið er að láta, við reiknum með því að þessir fiskar munu hrygna bara 1 árs gamlir, í staðinn fyrir 3-4 ára eins og villloðna. Það muni bara hrygna núna strax næsta sumar, sko. Og þá langar okkur að vera með einn hóp á hærri hita, annan lægri, til að gera samanburð á bæði hrognum og afkvæmum. Og eins líka bara lifun fisks við hrygningu. Þannig að við erum búin að lengja nóttina, nú er 12 tíma nótt, og þannig að við reiknum með að hann muni hrygna núna. Þarna er til dæmis mynd af villtri loðnu sem hryggndi í Vestmannaeyjum, 70 eitthvað. Og þannig að það er svona alveg fordæmi fyrir því, hún hrygnir í svona búrum. Og þannig erum við náttúrulega bara með loðnu sem er að hrygna á Strönd í Nýfundnalandi.
En við reiknum með að hún verði alveg svona 14-16 cm í maí, júlí, svoleiðis. Og við erum með 2 hópa. Í vor myndum við færa hluta af þessu í vör með sandi og bæði láta rigna á eðlilegan hátt og kreista og taka í tilraunir, en auðvitað lífunin kannski drepast alla, út af ekki. Hugsanlega lífeyri sem lífur út af hrygnum. Svo erum við líka með hóp sem þá stöðugu ljósi og myndi þá kannski ekki hrygna. Þú myndi bara vaxa áfram. Það væri mjög spennandi. Nú og síðan bara erum við með rannsóknarplan fyrir árið. Rannsóknarverkefni, við erum með 2 rannsóknarverkefni, þar við Tommi erum með hérna, við kallum grunnrannsóknir á loðnu og síðan Hrönn og félagar, þessu kallar Life Up verkefni sem að rannsaka áhrif hlýnunar og súrnunar sjávar á ýmsa lífverur, þar á meðal loðnu. Þetta hafrafólk hérna mikið og doktorsnemi, samstarf við háskóla, þar, Carbfix. Þannig að við ætlum að taka villt egg, svipað í fyrra, á þessu ári, og svo náttúrulega eldiseggin. Við reiknum að það verði seinna og síðan ætlum við að gera tilraunir, það Life Up verkefnið, og síðan ætlum við þá að gera tilraunir að bera saman hrogn og lirfur úr mismunandi klakfiski sem var mismunandi hita og taka svo hrogn sem voru kannski á 7 gráðum, setja það mismunandi hita og svo það er hægt að leika sér ýmislegt sko. Og hérna fylgja síðan með þeim. Og hérna erum við erum semst búin að hanna nýjan svona rannsóknarsal fyrir þessa rannsókn meðal annars. Og þar er Hrönn að koma inn með, og hennar fólk koma inn með fjármagn í þetta. Og hann Ragnar búinn að hanna og teikna upp sal með 45 kerjum. Og það er sama hitastig í hverju línu og það eru svona stokkar á við hverja línu til þess að aflofta sjóinn sem þarf að gera fyrir svona rannsóknir. Nú það verður hægt að við erum með sjó hérna á ferskvatn, mismunandi hitastig, bæði kalt og heitt og það verður hægt að bæta inn CO2 inn á vatnið og stjórna pH-inu. Og þetta verður eitthvað svona. Þannig að við munum gera þarna strax í sumar svona súrnunar tilraunir, hitastigs, jafnvel afránstilraunir, það er svona, sjáum til með það, með þorsk, ef við öllum þorsk líka. Svo verður þetta að gera margt annað, líka laxa og bleikjutilraunir og jafnvel vera með hryggleysingja, það er hluti af Life Up verkefninu. Já, fjármögnun, það er peningar frá ráðuneytinu, umhverfisráðuneytinu, og einhver crowdfunding hjá Hrönn, hún er bara svo mikið peningamannskja, fullt af peningum. Þannig að þetta verður vonandi tilbúið bara í tækatíð fyrir vorið. Og og bara með þetta sjáum hægra megin, þá munum við semst vera með, þó að þetta kannski verði ekkert alveg endalega akkurat svona, 5 mismunandi hitastig, eins og 4, 6, 8, 10 og 12 gráður og svo 3 mismunandi sýrustig. Og síðan verður loðna í þessu og síðan aðra tegundir. Og þetta verður semst keyrt núna í vor. Og í framtíðinni, ég sagði þessar afránstilraunir, aðeins að koma inn á það. Okkur langar að gera, af því að við erum líka góðir í að framleiða þorskseiði. Það getur gert á sama tíma og af því að okkur finnst áhugavert að það hefur verið sýnt fram á það að þorskur, 0-grúpu þorskur étur 0-grúpu loðnu í þessum Barentshafinu. Okkur langar að rannsaka þetta samspil betur af því að það eru fyrst og fremst hraðvaxta og snemklakin þorskseiði sem eiga eitthvað séns að ná í loðnuveisluna áður en loðna hverfur af miðunum, þessi loðnuseiði. Þannig að tefla saman loðnu seiðum annars vegar og
þorsksauðum hins vegar á mismunandi stærðum. Nú og síðan eru ýmsar aðrar rannsóknir. Það er eins og við þegar byrjaðir að það er hægt að nota eldisloðnu og eldisfiska til þess að safna e-DNA. Við höfum þegar byrjaðir búin að taka nokkur sýni og það er þetta sem getur náttúrulega verið mjög mikilvægt fyrir loðnuleit, eða hugsanlega loðnuleit í framtíðinni. Það er svolítið hugmyndur það. Þannig að í eldisstöð er hægt að vera með mismunandi hitastig, mismunandi aldurshópa og annað slíkt af loðnunni og kanna niðurbrót og mismunandi hitastig og alls konar. Þannig að þetta er nú þegar byrjað. Og svo er þetta að gera margt annað, skoða hérna kynþroskaaldur, dægurbauga, vaxtarfræði og margt meira. Þannig ég held ég bara að segja þetta bara gott. Er eitthvað sérstakar spurningar? Takk fyrir þetta, Agnar. Mér finnst þetta persónulega mjög spennandi. Já. En ég er smá bias. Þú ert ekki hlutlaus. Ég er ekki hlutlaus. Ég ætla að biðja þá sem eru á YouTube að ef þeir hafa áhuga að spyrja spurninga geta að skrifa það í YouTube viðmótið einhvers staðar og þeir sem eru í sal vil ég biðja að bíða eftir að fá mikrofón. Þeir eru með spurningu. Svo fínt að maður er með svo mikið að loðnu sérfræðingum í salnum. Til eins og að vera að halda COVID-fyrirlestur með 3 í salnum. Ágætum að kynni sig bara með nafnu undan. Já, Höskuldur á Hafrannsóknastofnun. Þú sýnir náttúrulega mjög vel að loðnulirfurnar hjá þér halda áfram að vaxa, það er í náttúrunni að hætta. Já. Og það sem væntanlega gerist er að fæðan svona hverfur meira og minna og oft hefur verið að mæla loðnu, sem sagt að finna loðnu að hausti þá er hún í tiltölulega mjög köldum sjó sem getur og hugsanlega er hún bara þar því að það er betra að svelta í köldum sjó heldur en í heitum sjó. Það verður svolítið áhugavert að sjá, gera tilraun hvað það taka 5 mánaða sveltiperiód og hvaða hitastig myndu það þola mest. Algjörlega sko og við vorum jafnvel að hugsa að vera með kuldahóp líka en sennilega bíðum við með það geta að gera allt í einu en það væri mjög áhugavert sko að sko þetta er náttúrulega kannski þessi eðlilegi vaxtarferill loðnunnar að fara í gegnum tímabil þar sem hún vex ekki neitt eins og allir fiskar í köldum sjó. Þannig að við getum alveg auðveldlega gert það. Við vitum ekki hvað þoli lengi ef við hefðum hana við 7 gráður myndum svelta hana bara út í 1 þá myndi hún eflaust á endanum bara horast niður og drepast. En ef við setjum hana á 2 gráður þá er það ekkert málur. Sko. Þannig að við getum það er kostur að við erum með svo góða aðstöðu til þess að lækka hitann sko. Þannig að það væri alveg bara ef það eru svona góðar hugmyndir þá bara að gera. Hvað segir þau? Þorsteinn Hafró, takk fyrir skemmtilegt erindi Agnar. Það sem ég var að hugsa um að sýna að þetta var einmitt líka hitastigið. Af því að nú vitum við hún er að hrygna hérna, við tökum í náttúrulega umhverfi við þessar 7-8 gráður eða svo, flýtur svo upp í yfirborðið og er þar fram á hausti þar sem þá flytur sér svona norðar, seinni árununa auðvitað vestar, þar sem er miklu kaldari sjór. Ég sé að þeir eru að keyra þetta á annars vegar 7 gráðum og svo er það hugsa 11 gráður. Hafið ekki hugleitt að fara niður í kannski það hitastig sem hún er í náttúrunni á þessum föstu tímabilum? Jú, við gætum vel meira að segja, það er ekkert of seint að gera það sko. Við vorum svona veltaði fyrir okkur. Hvort við ætlum að gera það eða hvort það væri bara að gera mikið á sama tíma. En það væri alveg virkilega spennandi. Það alltaf hægir rosalega á öllu og því að bara þá fiskur er ekkert sennilega að fara að hrygna nýtt í sumar sko. Þannig að við vonum aðalega bara að hugsa það. En auðvitað væri það er eitthvað sem að verður eiginlega að gera sko. Það er náttúrulega bara 1500 stykki, þú getur ekki farið út í að hána hana líka sko. Já, það er aldrei að vita sko. Það er annað verkefni sem við erum með sko. Annars var góð hugmynd hjá ráðan að búa til svona eilífðarvél, hvað það eru, veiða loðnu, bræðana sem fóðu fyrir eldislóðnu. Þetta er mjög góð hugmynd. Ég var nú eiginlega meira með hugmyndin að markaðsetja þetta sem gæðavöru og selja þetta í stykkjatali í svona frostnum hólkum. Frábær hugmynd.
Þannig að en ég held að það séu bara, það er svo margt sem hægt er að rannsaka, og við viljum meina það að það má þetta velta fyrir hvernig yfirfæriru svona mælingar yfir á náttúruna. En við viljum meina það með því að vera þá með lífveruna í eldi, þar sem að allir, þú getur hérna fækkað óvissuþáttunum, þú ert með sömu lífverurnar, sama hópin, og þú ert með sama hitastigi, sömu seltuna og allt, þannig að þú getur einblínt á einn þátt í einu, þá lærir miklu meira og þú ert alltaf að skoða sömu lífverurnar, sko. Við höfum gert það fyrir þorsk, við höfum verið að mæla sömu þorskana kannski, við höfum 8 ára seríu, sko, sömu fiskarnir. Það segir mann alltaf meira heldur en að vera að mæla bara, fiska eitthvað hist og her og reyna að lesa út úr því, sko, mismunandi svæðum og allavega, mismunandi æti og svo framvegis. Ég ætlaði ekki að gleypa spurningalistan, en þetta einmitt, sko, þáttunum sem maður er svona að hugsa út í, af því að menn er alltaf að velta fyrir sér og menn sjáu augljóst tengsl á milli breytingar í loðnu útbreiðslu og stoppstærð síðustu 20 árin eða svo við þær hitastigsbreytingar sem hafa átt sér stað. Og þess vegna er kannski líka, er þetta líffræðilegt hvenær afföllin verða, það er að segja ræður loðnan ekki við að klekjast út við ákveðið hitastig, er einhver efri mörk á því, þú ert nú 7 gráður þarna, það gefur svolítið skemmtilegt tækifæri til þess að skoða það út frá þeim vinkli, hvort að ástæðan fyrir því að stofninn eða veiðar skulum við segja sér þrefalt minni síðustu 20 árin heldur en 20 árin þar á undan, er það vegna þess að hún næri ekki að koma sér upp úr lirfustiginu á seinustu árum, eða er einhverjar aðrar ástæður fyrir því sem að koma seinna inn. Já, það getur verið partur af þeirri stúdíu, sko. Algjörlega. Sko, varandi hitastig og klak, sem þá er það, við sjáum það á Nýfundnalandi, held ég að sé alveg dæmi það að hún sé að klekjast út alveg upp undir 11, jafnvel 12 gráður, sko. Þessir hérna strandfiskar, sko. Þannig að, en það er náttúrulega annar stofn og svona, sko. Þannig að það er ákveðin sveigjanleiki. Já. Sæll, Kristinn hér, inn í loðnuteyminu. Takk fyrir góðan fyrirlest, mjög áhugavert hérna og bara eiginlega ótrúlega mikið af spurningum sem poppa upp og alltaf væri gott að spjalla einhvern tímann, en ég ætla kannski helst að spyrja, hafið séð þessa grein Kjartan Þórs, held ég, hérna þegar íhuga sko komandi hrygningu hjá ykkur? Já. Það var ákveðnar aðstæður, möl, minni mig, sandmikstúra sem hentaði, eða það sem hún fannst mest í, það var stúdía gert hérna, stöðvarteknar hérna með sínum sko, sandsínum og eggtalin sem voru fyrir, datt bara í huga að geti kannski nýst ykkur. Ég hef ekki séð það, en hérna, það var áhugavert sko. Maður er einmitt að velta fyrir sig ef við ætlum að láta hana hrygna, að þá, maður veit hvernig það var í Vestmannaeyjum á sín tíma, að þá voru þau með loðnutorfu, villta loðnu, og svo þeir fóru að styttast í hérna hrygningu og vandalega hrornafyllingin farin að aukast. Það fóru hængarnir, þeir fóru bara út í eitt horn á karinu, þeir kynin skilja sig að í loðnu og hængarnir fóru bara á einhvern kallaklúb, þarna út í horni, voru þar í sandinu sko, og svo komu hrygnurnar niður í partíið sko, hérna ein og ein, og það var hastar þar og hérna, og þeir náttúrulega eru í sandinum og rótandi í þessu. Og hérna, svo stóð sá á kalla greiðunum, sko. Bæði hérna skakkan kjaft og allir hérna skakkir út af þessu. En það var náttúrulega grjót og alls konar hérna, mölningur hérna í þessu umhverfi. Kannski myndum við lifa betur eða við væri með einhvers konar öðruvísi sand, til dæmis. Þú verður að senda mér þessa grein. Já, Höskuldur, ég langar að spyrja en þú sýnir vaxtarkúrfurnar með við náttúruna? Já. Var þetta ekki býsna líkt þarna, ef þú sagðir einmitt hvað það var líkt fyrstu mánuðina? Jó. Það er svolítið áhugavert
kannski vísbendingum að hitastíð, ef að hitastíð ætti að vera mjög ólíkt, Já. þá hefði þetta, að því þú ert náttúrulega að gefa þeim eins mikið og þeir geta í sig látið, þá hefði munurinn átt að vera meiri í byrjun. Já. Hvað ætli sé meðal hitin á loðnulirfum sem að reka hérna fyrstu 2-3 mánuðina, hvað heldur þú? Það fer eftir í, já, þær getur verið í yrminningsgreistur, kannski þær geta fundið þetta hitastíð klárlega sem að þú ert að benda á. Kannski þessar 7 gráður hjá okkur séu kannski aðeins Það er, hærri heldur en meðal hitin á það er alveg, við vitum ekki hvernig það er náttúrulega geta stilt sér upp á mismunandi stöðum í vatnsrúlunni, en þetta er vísbendingum að þær séu kannski að velja þetta endi í þessu hitastíði einhvern veginn sem að þau eru með 6, 7, 8 gráður eða eitthvað þannig. Já, ég held að sko, mann sýnist að það sé eitthvað stað þar sé rosalega orkulega hagkvæmur stað til að vera á, sko. Það er kringum 7-8 gráðunar, það sé þetta bara í þorski. Hérna, þeir vaksa hraðar, ef þú setur fiskinn í 12 gráður, það mun vaksa hraðar, en það verður líka miklu fyrir kynþroska og þetta breytir algjörlega öllum vaxtarferlinum hjá fiskinum til langframa, sko. Og hérna, hann er ekki beinlínis að velja þá leið ef hann hefur annan valkost. Eitthvað fleira? Takk fyrir þetta. Þetta er búið að vera ansi gott allavega, mikið og góð umræða. Má ég skjóta inn einni spurningu? Já. Með þessi völd sem ég hef hérna. Hvenær er hægt að aðgreina kynin? Á hvað aldri? Já, svona með útvortis, sko við getum það allavega ekki ennþá, en ég menna, er það ekki þetta hefnbunda, það er raufaruginn og hérna, og svona ráki, en svo náttúrulega þetta bara stærðin sem slík, sko. Stærðin hold, við erum að aðgreina bara út frá holdstuðli, eða ímynda okkur það, að við séum að horfa á hængavísuhrygnur, en við erum svo sem ekki farnir að aðgreina neitt út frá útliti, en ég býst við því að við munum sjá stærri raufarugga á hængunum og þeir munum líka bara að skilja sig að, þá væri kannski þetta að taka hænga og reyna svolítið að mynda það og svona spá svolítið í þetta. Við dettum nú í hugu varðandi kyngreiningu, það hlýtur að vera hægt að gera þetta bara með DNA-greiningu. Já. Þetta er bara IPI greiningu. Já, einmitt. Það er möguleiki að prófa það allavega. Já, algjörlega. Já, það er að gera það. Og en svona varðandi svona þekkja þau, sjónrænt í sundur, þá ætli að sé nokkuð fyrir bara í hrygningunni, þessum nálgast hryggninguna. Þá er nú orðið greinlega munur. Vístu við? Björn Björnsson, ég var býðið spurningar á byrni. Já, datt bara í hug hvort það væri möguleiki að einstaklingsmerkja loðnuna. Já, Hafið það er alveg. Spáð eitthvað í það og hvers konar merki? Því það væri náttúrulega gott upp á það ef við ætlaði að fara að greina svona með DNA-merki hvort það sé hrygna eða hængur. Við erum ekki búin að prófa það ennþá, sko. Okkur hefur fundist hún svo svakalega viðkvæm. Við höfum bara loðna ef við förum út í það, atferðli hjá henni. Hún er rosalega stressuð, sko. Og kemur að karinu og það verður svona torfufiska við bara skýst alveg eins og brjálæðingur bara á veggina og skriður upp á veggina alveg eins og svo bara einni sekund sér svona gleymi öllu, sko. bara ótrúlega fljótt, það var bara aftur komin í torfuna en svakalega snöggt viðbragð og akkur fór ég að segja þetta? Já, með hvað er spurning? Já, einstakling. Já, það eru svo viðkvæmar, já. Það er sóna út. Það eru svo viðkvæmar. Það vorum að hána þær, háfa þær. Hána þær. Við vorum að hána laxinn í gær. Við vorum að háfa loðnur og þær bara setja í næsta kar, það bara drápust við það. Þoldu ekki bara einfalda háfun, sko. Ekki fyrir núna. Já, en sko, eftir að urðu svona 7-8 centimetrar, þá er það að þóla það. Já, jafnvel aðeins minni. Er þetta ekki smáskala tilraun á því að við tímum flóttróðum í sjóði og þarna er háfur? Það drefst allt saman, sko, þetta ekki í áinn. Já. Hún er lengra í hugsunni. En já, algjörlega, við þurfum að prófa þetta bara núna fljótlega. Því að við erum fyrst núna fattin að svæfa fiskinn og hann þolir það, svæfum hann og vatnar aftur og allt í lagi. Þá gætum við prófað að merkja.
merki ykkur að fiska. Þannig að Herru, ég vil bara þakka þér kærlega fyrir þetta erindi. Já, Hlynur gaf mér hérna skera hálsmerkið. Þakka þér kærlega fyrir þetta mjög áhugaverða erindi og ég veit að við munum halda áfram miklar umræður innan hús og vonandi utan eftir þetta og bara gangi ykkur vel og mér í framtíðinni. já, takk sömuleiðis. Takk fyrir.